Í dag ætlum við að ná í Electronic Workbench sem rafmagnsforrit frítt á netinu sem við notum til þess að herma eftir rafsjá. Við förum á netið, skrifum í Google Electronic Workbench 5.12 og finnum þessa hér heimasíðu. Og ef við skulum hafa þetta nær, sjáum við almennilega á þetta. Svona. Komum ekki inn, já. Og nú leiðilegt. Og förum hérna í Download Electronic Workbench. Þar förum við í Download Page. Og við veljum hér 5.12. Við veljum það. Og byrjum að hlaða þessu inn. Opnum þessa skrá og þá þurfum við að extrakta það út. Svona sjá. Svona. Þá þurfum við að extrakta út. Segjum extract to workbench. Þá erum við komin með möppuna hér. Og þá ætti okkur vera óhætt að skipta hann eins nær aftur. Og þá opnum við möppuna hér, gerum EVP setup og setjum upp forritið. Og ítum við á next. Svo ætlum við að setja hvar við viljum staðsetja það. Við viljum bara þetta, þetta bara fýll staði fyrir okkur. Og við viljum kalla þetta, já. Svo ítum við bara á finish. Þá tekur þetta smá tíma að setja upp. Og þá ítum við á finish. Þá forritið uppsett hjá okkur og við skulum þá ná í það. Þá förum við. Ég verð ekki að færa þetta svona, svo að ég sjáu líka. Já, svona. Förum hér í Mjög skrítið að ég finna það. Ég vildi á þetta koma sem gluggi eitthvað staðar hér á desktopinu. Engar sigur. Þá getum við alltaf farið í það sem mappan sett, farið inn í forritið sjálft. Og þar ætlum við, sem sagt, við búum að fara inn í það sem forritið geymt. Þá fer ég hér inn og ég ætla að velja þarna hér. Svo ætla ég að gera svona shortcut. Send to desktop. Þá ætti hann að vera komin hér. Því spenntum á þetta. Það getur því að þetta er gamalt forrit og þar að leiðandi kemur svolítið skrítið inn. Til dæmis ef ég ætla núna að byrja að skrifa eitthvað. Nú ætla ég að byrja að skrifa eitthvað hérna, eitthvað inn. Til dæmis nú ætla ég að setja DSS spenningjafa, drega hann hingað inn og ætla að setja hérna viðnám og nú ætla ég að mæla viðnámið. Get ég farið hér í mælana, get ég valið tvenns konar mæla. Get ég valið svona mælir eða líka farið og hvað nú mælarnir? Þeir eru hér, get ég tekið hennar mælir og bara hafa báða mælana. Nú ætla ég bara að mæla strauminn í þessari rás. Til þess að þetta gangi upp og verðum við að setja jörðina eða 0 hérna. Verðum við að setja þennan með þannig að forritið virkar. Síðan smá kúnst í að hitta punktinn. Tengjum hér á milli. Tengjum síðan inn á plusinn. Úr mælinum yfir næsta mæli til að nota báða. Já, ég ætla að hafa þetta, kemur það svolítið snirtilega líka. Svona.
inn í viðnámið, það er að passa að hitta, inn á viðnámið, úr viðnáminu, yfir í mínus eða jörð. Svona. Síðan uppi lengst hægra megin play-taki, má ég sjá. Þannig að ég sjá nú play-takan líka. Þá play-taki hérna uppi. Við ítum bara á play. Þá sjáum við að hún búin að reikna fyrir ykkur að hér 0,012 mikroampere. Ef við smellum hérna á mælirinn, þá kemur hún með sömu tölu, en passa ykkur, við verðum að stilla að þetta sé ampermælir og við þurfum að passa hvort þetta sé AC eða DC. Hérna segir hún að þetta sé 12 milliampere. Svona getið þið gert ef við erum með eitthvað rás og við erum ekki alveg viss. Tökum bara aðra rás. Nú ætlum ég að pása þetta. Tökum bara aðra rás. Tökum einhverja flóknara rás. Nú ætlum ég að eyða þessu. Nú ætlum ég að taka viðnám. Það ná ég hérna í viðnám. Nú ætlum ég viðnám og ég ætla að hafa 4 viðnám. Ég ætla að hafa 4 viðnám og þau eru öll hlittengt. Og ég ætla að mæla hversu mörg ohm viðnámið er. Þannig að ég þarf þá að byrja þá að hlitengja hér á milli. Hlitengja öll viðnámin. Teikna hérna yfir. Svona. Og teikna hér. Það svolítið kúnst að hitta á þetta því að punkturinn lítill og þetta er gamalt forrit. Síðan setjum við mælirinn okkar bara hérna niður, tengjum mínusinn hingað inn og plúsinn hérna yfir. Opnum síðan mælirinn, myndið tvíklikkaðan á hann. Og hér ætla ég að stilla á ohm. Síðan þegar ég hitta play, þá reiknar það fyrir okkur að þetta er að heildarviðnámið þá 250 ohm. Þannig að vonandi hafið þið gagn og gaman að þessu og gangi ykkur vel að setja forrit upp.